Góðan daginn, velkomin í 2 loðna. Já, við erum 2 loðnir. Mikið rétt. Mikið rétt. Í þetta skipti erum við í boði islandpolland.is. Já, við erum í boði islandpolland.is. Já. Í þetta skipti, líka síðasta skipti og nokkur skipti áfram. Já, nákvæmlega. Við erum allan að boði islandpolland.is og þeir eru bara cool gæir. Þeir eru geggir, þeir eru frábærir. En Óskar, já. Núna verð ég að stoppa þetta. Hvað akkur er með kött? Herru, við erum með dýraþátt. Þannig ég hugsaði bara með mér að Lúna gæti verið gestur í þættir mín kvöld. Já. Þetta er svona, þið sem er að horfa á þetta er kötturinn minn og hún er ekki alveg að fíla að vera hérna, ég ætla að leyfa henni að fara bara. Hún verður með eða ekki, þið sem er að hlusta, þið verður bara að trúa þessi köttur hérna. Hún er ekkert búin að mjálma neitt sem við byrjum að taka upp. Þannig að þetta kemur bara í ljós. Já, en nákvæmlega. Hvernig vika er búin að vera? Fyrst af öllu, hvað heitir þú? Kristbergur heiti ég. Já, nákvæmlega. Og ég heiti Óskar. Já. Voru búin að fara yfir þetta? Professional podcast, alltaf að segja nafni sitt og eitthvað. Já. Við erum komin nokkar þætti inn að við veit að flest allir hvað við heitum. Já, jú. Vikan mín, hún er búin að vera, ég er búin að taka stóran áfanga í lífinu. Ég er búin að, það er búin að sprauta mig 2 svar. Já. Með Pfizer, þannig ég get bara að byrja að kissa allt fólk sem ég sé. Já. Magna. COVID er bara búið hjá mér. Þú mátt bara kissa alla. COVID er ekkert búið hjá þér. Þú ert náttúrulega partur á samfélaginu, Óskar. Nei. COVID er búið, það er búið. Þegar þá Ólafur segir, þetta er búið. Já, það er Guðni TH að segja það. Já. Ok, hérna, já. Það er samt búið heima á mér. Jú, reyndar heima hjá þér, þá er það búið. Ætlaðu að fara með þetta lengra eða? Nei, hvað mennur þau? En síðan, síðan kom fyrir smá atvik á miðvikudaginn. Já. Þá svínaði einhver meistari fyrir Helgu þegar hún var á leiðinni heim. Já. Og það olli því að bílinn skemmtist svolítið mikið hægra megin, horninu hægra megin að framan. Já. Og við erum bara býttir að fá viðgerð. Já, hvernig gerist þetta? Gaman að skildispyrja. Hvað gerðist, Óskar? Hún var sett á leiðinni heim bara, úr vinninni. Já. Og þetta er hjá bryggjukjörunum, hjá Sorpu. Já. Hægra megin er svona röð þar sem fólk fer inn í Sorpu og það er biðskylda. Já. Og svo er Helga bara að keyra á löglegum hraða þannig gegn, eins og allir hinnir. Og svo kemur þessi gæi og hann stoppar ekki á biðskyldinu. Nei. Já, og hann keyrir hérna bara beint yfir og leið og Helga er að keyra sömu leið. Já. Þannig þau bara dúndra saman hana á hotninu Já. Þannig hann er svona plebbi, þessi vinur okkar. Já, en hvað, var hann eitthvað pirraður eða? Nei, hann var mjög almennilegur og tók þetta allt á sig því þetta var hans mistök. Já, nákvæmlega. Mjög almennilegur. Hann er plebbi. Nei, það er svolítið erfitt að vera vondu við hann því að ef hann segir bara ég herði á þetta og mér kann ég átt að kíkja hann til liðar en ég sá þið ekki og þannig að hann er ekkert plebbi. Nei, svo sem ekki. Þú getur ekkert stimplað hann bara plebbi. Ég þarf svona plebbastimpil. Já. Því að ef hann hefði orðið reiður og fúll og kent Helgu þetta allt saman og svoleiðis, þá væri hann plebbi. Já, það er enda rétt. Þannig að hann er ekki plebbi. Nei, hann kannski slys gerast. Slysin gerast. Og fyrst að enginn dó eða slasaðist, þá er þetta allt í góðu. Eiginlega, já. Nákvæmlega. En hjá þér, hvernig var vikan þín? Lof mér að opna dós. Opnaði dós. Vikan mín, hún var bara vika, sko. Bara eins og síðast? Já, ég gerði ekki neitt merkilegt. Vinna bara að vinna? Vinna. Jú, ég ætla að muna eitthvað til að tala um inn í glimtiði. Já, ég þarf að byrja að taka myndir bara svona af hlutum, bara svona hversdagsleikanum, bara til að muna. Já, taka myndir og taka líka bara myndir til að upplata á samfélagsmiðla því að ég er rosalega lélegur í því líka, sko. Já. Ég hef engan áhuga að upplota á samfélagsmiðla ef það er fyrir 2 loðnar, þá meina það. Já, til dæmis bara það er alltaf náttúrulega taka mynd af lampanum og eitthvað. En ég sem samfélagsmiðla stjarna er ekki mikið á samfélagsmiðlum. Nei, ég er að gera mitt besta. Ég nenni því ekki, sko. Þetta er vinna, sko. Þetta er vinna, sko. En við erum ekki komin að tala um það.
Nei, Nei, þó að þetta Sifjuna. samfélagsmiðlar séu eða samfélagsmiðlar stjörnur eru ákveðin dýr. Já. En ég útbjó svona smá svona texta, Smá sögu? smá sögu Skemmtilegt. um gæludýr, þar sem við erum komin til að tala um það. Já, Við erum komin til að tala um gæludýr. nákvæmlega. Þannig að, er tilbúin fyrir það? Jó, ég tilbúin, passaði þig. Já. Gæludýr. Gæludýrum fylgir oft vandamál. Til dæmis hundahár, kattahár, sóðaskapur, piss og kúkur. Á Íslandi eru til allskyns gæludýr, þar á meðal hundar og kettir, gullfiskar, hamstrar og margt fleira. Hver kannast ekki við það að vakna miðja nótt við skrýtna lykt, þvílík læti eða einhvern óþverra? Við tveir loðinir erum lausnamiðaðir vandraða gemsar og leysum þessi vandamál. Já, við gerum það, já. Auðvitað. Nákvæmlega. Það er að koma til mín. Já. En, Hvað er? veistu, við erum komin hingað, Óskar, til að tala um gæludýr og vandamálin. Já. Mátt alveg koma og vera með Kissi. Hvað er? Hún heitir Lúna, eða ekki? Hún heitir Lúna, já. Af hverju? Veit ekki, það kom bara einhvern veginn. Hvað er? En, Óskar, hvað hefur átt mörg gæludýr? Bara yfir æfina. Ég hef átt ég átti einn kött á undan henni sem hétt Dixie. Hún var mjög skemmtileg, hún var bara lítið hérna kettlingur og svo á ég smáhund sem er Japanese Chin með ásamt henni. Já. Heitir Monsi. Hann er magnaður strákur Já. og svo hefur líka átt hérna tvær gæsir, eða maður stæði því. Ég man eftir því nefnilega. Ég man eftir að þú áttir gæsir. Já, tvær grágæsir sem voru bara góða við mig. Já, hvað hétu þær? Þetta var nú bara Þær voru ekki með nafni? jú, þetta var stelpa og strákur sko. Já. Stelpan hitt Mariana Já. út af frænka mín hitti Mariana, Já. ég veit ekki af hverju, og mér minnir að strákurinn hafi heitið Kári eða Kalli eða eitthvað. Já. Það var eitthvað svoleiðis. Já. Stjáni, eitthvað. Stjáni. Það er skemmtilegt. Já. Hann hétt Stjáni. Hétt Stjáni. Já. Og þú áttir þessar gæsir alveg þó nokkuð lengi, eða ekki? Jú, 4-5 ár held ég. Já, þær kom alltaf til ykkar heim til ykkar, eða ekki? Já, þær fóru og komu. Var það ekki alltaf þannig? Nei, þær voru alltaf heima yfir veturinn líka sko. En ég vil bara inn í fjósi. Já, ok. Já. Og svo var mér þetta á veturna, hérna sumurinn og svona. Já. Maður er bara dálítur á kettinu, maður er svo hræddur með að hún fara Skemma og brjóta á bramlega. Já, Það er alltaf leið. þá borga ég það bara. Já. En já, Gæsinnar. það er hérna, þegar það voru fullotnar þá náttúrulega bara fluga þær svona hringir í kringum þorpið. Já, En voru bara á svæðinu, eða? Já, þær fóru aldrei eitthvað mikið. Jú, þær fóru kannski einhvern tíma svolítið langt, fundu það rétt á Hvolsvelli, en já, þær komum bara sjálfur heim sko. Maður þurfti ekki að pæla í þeim sko. Já. Og hvernig leist fólkin á að þú er að knúsa gæsir? Fólki fannst það bara cool held ég. Já, það. Ég veit það ekki. Og þú heyrðir ekkert í bænum að Óskar væri skrítin furðufugl með gæsir? Ég var algjör furufugl og er. Já, nákvæmlega. Og ég veit ekki, málið er sko, ég mátti ekki eiga nein gæludýr. Já, þannig að þú eignaðist óvart gæsir. Sko, hunda voru no-no, Já, ketti voru no-no já, og ég meiri sér held að gullfiskar hafi líka verið no-no. já, Bara ég mátti ekki, eða þú veist, bara dýr eiga ekki að vera inn í húsum. já, já,
og svo bróði pappa í einhverju veseni, í einhverju blokk í Reykjavík með 2 gæsræk sem að óvart hvað segir maður? Klöktust út Klukkuðust út Já, þannig hann bara, heyrðu, ég verð bara að fá þess að gæsi í sveitina og þið verður bara að hugsa um þetta og pappi sagði bara já og ég fekk þess að gæsir og það var stuðu sko já, það var náttúrulega skemmtilegast þegar það voru bara krakkar, já, ungar já. og voru þau svolítið sæt og svona Og þú gast snert þær og svoleiðis að það ekki og Jú. það er okkur að býta þig sko. nei, það eru algjör kúrutýr sko Já, ótrúlega satt, það er svolítið klikkað sko. það er crazy sko ég ég gat, hef séð gæsir og ég hef komið nálægt að og það er bara klika sko ég gat andjós látið þær ég gat lagið á bakinu út á túni eða eitthvað já, tekið gæsunar látið þær líka á bakinu líka sem meikar eiginlega engan sens what? Þannig að það voru hermætti þér eða hvað? bara lágu á bringuna á mér Já, á bakinu á bakinu já, þannig að lappirna stóðu upp já, fuglar gera það ekkert sko. nei ok, þetta er alveg en voru engin vandamál með gæsinar? Lenduðu ekkert í einhverjum vandamálum eða eitthvað svoleiðis? nei, það voru mjög góðir varðhundar Já. voru óðalega vondar við frænda minn, Já, Fannar Fannar, Já. Finnur hann Já, þeir ráku hann oft í burtu þegar hann ætlaði að koma í heimsókn já það já. Já. og annars ekki neitt sko, síðan kom þessi fuglaflensa Já, fengu þau ekkert gæsinar ekkert fuglaflensu? við þurftum eitthvað að láta þær Voru þau bólusettar? já, nei við þurftum að láta þær frá okkur út af fuglaflensunni eða eitthvað svo leiðis Já, ok þannig að við fórum með þær út í sveit í landi og þá Keyrðu þið gæsinar bara í burtu? þetta þurfti bara að gerast Sendu þið bara gæsinar í sveitina? Eða þú veist, samt aftur þú þeim í sveitina og þú sendir þið lengra í sveitina? já, eitthvað svo leiðis Komið þær aftur eða? nei, það er svona að fóru í einhverja svona stíu eða svona eitthvað viðbíð bara Já, og svo þegar kettlingin á bænum opnaði hurna þá flugaði bara í burtu og sást aldrei eftir þetta er sorgleg saga, Óskar. henda í sorgartónlist núna nei. Já, Já. leiðilegt að heyra að gæsinar hafa ég var neitt að voða eftir mig þegar það gerist ég var, Hvað varstu gamall? ætli ég hef ekki 10 ára? 10-11-12 ára Já, þannig já, Óskar var bara rosa leiður að þær fóru frá mér já, ég trúi því. Ég trúi því bara mjög vel. nákvæmlega, En, ég hef búin að jafna mig í dag samt sko. já, það er gott að heyra. Já. Þannig að það voru engin vandamál með þessi gæsir. En þær flugu í burtu og Já. það er engin leið til að góma gæs í loftinu nema með skotvopni. já, það er eina leiðin til að ná þeim niður sko, Já, forcefully sem sagt. já, en það er ekki laust, skilur. Nei, alls ekki. Þannig að við getum ekkert, en þú ert ekkert að finna þær aftur. þú gætir mjög, þær eru öll að dána núna held ég. Það er hvað lifa heldur- gæsir lengi Samkvæmt Filippus gæsafræðingi frá Noregi hann sagði að gæsir lifa jafn lengi og hamstrar sem eru einungis 10 ár já, já, og Filippus skoðaði þetta lengi vel já, og hann átti 5 gæsir eins og þú, hann átti bara 5 og fylgdist með þeim og kortlagði mikið hvert þær fóru. hvert það fóru Já. og fóru það til Philips eða Nei, þær hafa aldrei farið til Philips eyja en Filippus átti Philips eyju fyrir utan skarðið eða fjörðin sem hann átti hana. Philips skarðið, Já, já, rétt á Stokkólmi já, já, þar sem eigaskæin er já, eigaklasin meina já, nákvæmlega. Og hann skoðaði gæsir vandlega já, en hins vegar voru það norskar gæsir frá ættbálknum Gúsflús og því mér veitum við voða lítið íslenskar gæsir já, en Filippus er einmitt núna hér á Íslandi Er það? að aðtuga það wow. og því miður nægi ekki neinu símasambandi við það nei, nei, en vonandi fáum við Filippus einhvern tímann setna í þáttinn. er númer hans ekki 792-2025 Það má vel vera að númerið hjá Filippusi sé 792-2025 sem er einnig talhól við okkar. Ef þið voru með spurningu til Filippusar gæsafræðings
þá getur þú hringt í 792 20 25. Nákvæmlega. Já. Að öðru. Já. Hundar og kettir. Já. Já. Það eru vandamál með það. Jú. Það fylgir oft. Það er kúkur, piss og gubb, skilurðu. Rosa gaman. Það er rosa gaman. En þú náttúrulega býrð í íbúar, í bara svona ekki sambýli heldur ekki. Ekki ennþá, ég er ekki konunga ennþá. Þú býrð í svona hálgerði blokk, ég veit ekki hvað við kalla þetta. Þetta er blokk Samt með séringangi og svoleiðis. Já, allar íbúðunar eru með séringangi og já, þetta er mjög opið svona dæmi. Og þú átt hund og kött. Já, lifa saman í sátt og Samlyndi. Já. Þannig að hvernig hundurinn? Þið náttúrulega eru að vinna bæði. Já. Og hann kemst ekkert út á meðan. Nei, hann er alveg þrátt fyrir að vera pínu lítill, þá er hann alveg góður að halda í sér sko. Já, það? Já, nema þegar hann er það ekki. Já. Já, ok. Það er sko, við bara hendum honum út til að fara að pissa á mótnana. Er hann ekkert að kúka inni eða pissa? Stundum ákveður hann svona bara allt í einu, nú ætla ég að kúka út allt. Já, svona er þetta frussukúkur. Já. Hvað? Það er svolítið vandamál. Það er svolítið pirrandi. En hvernig kemstu hjá því að fá frussukúk út allt? Ég held að besta leiðin sé að bara reyna að gefa honum ágætis mat. Við erum ekki frussukúka mat. Nei, það sem hann er með sko glugginni er lokaður. Frábært. Hann er opinn en það er svona flugunett fyrir. Það er engin leið fyrir hann að komast út. Ætti ekki vera það. Eigum við að kanna það eins betur? Viltu það? Já, við getum alveg gert það. Þú mátt... Ég skal aðtúa það. Já, á meðan skal ég segja frá þarna... Hvað var ég að segja frá? Kúk. Við vorum að tala um frussukúk. Já, til þess að losna við það. Já. Frussukúkur. Það er ekki droslega skemmtilegt, sko. Nei. En hann er með viðkoman maga þessi strákur. Já. Og það sem við höfum verið að gera er að gefa honum einungis hrísgrjón og hakk. Já. Svona sparhakk, frosið. Og maður eldar þetta alltaf von í hann svona einu sinni í mánuði. Já. Og það er þó engar frussukúk úr því? Nei. Það hefur reynst vel. Já. En síðan fór ég með hann til dýralæknis og það var allir dýralæknirinn að við myndum láta hann pröfa að fara svona þurrfóður sem er spesifíkli búið til fyrir viðkvæma maga. Já. Og so far so good, sko. Engir frussukúkur? Nei. En þegar þú lendir í þessum frussukúk, það er náttúrulega vandamál. Já. Óskar, og við erum vandræðagemsar sem er með lausnað miðaðir. Algjörlega. Þannig að hvernig leistiru, þú náttúrulega leistir að þannig með að gefa hann hrísgrjón og hakk, skilurðu. Þannig að þú eftir bara að leistir það. Já, ég leisti þetta eiginlega áður en ég byrjaði að tala um þetta. Já, það er flott. Man alltaf bara, eins og gerist, það er bara þurrka þetta í burtu og skamman smá svo hann sé lítill í sér. Hvernig skammar hann? Hvað segirðu? Sko reynda, ótrúlega þess að besta leiðin er bara að smetla fingri. Já. Og hann einhvern veginn tekur því bara, oh shit. Oh shit. Já, þannig ef hann er að gera eitthvað af sér þá er ég raunin bara að smetla í fingrunum og það er nóg, sko. Já. En þessum náttúrulega bara, nei. Og bara, nei, stans. Já, ég átti gæludýr þegar ég var lítill. Já, hvað áttir þú? Ég átti hund. Já. Ég átti, það var tilviljun hvernig við eignumst þann hund. Ok. Þessast tíkin á næsta bæ eignaðist hvolpa. Já, var þetta á Hvolsvelli? Já. Ok. Þá bjó ég svona eiginlega út í aðri Hvolsvallar, þannig bjó svona næstu í sveit. Já. Og hundurinn, tíkin eignaðist hvolpa, eignaðist til nokkra hvolpa og vissi það að bóndinn ætlaði að bara losa sig við hvolpana. Og tíkin einhvern veginn svona fann það á sér að það var að hvolparnir var að fara. Ok, já, ég skil. Þannig að hún bjó bænum fyrir rétt hjá okkur og þannig að hún tók alla hvolpana og fór með það til okkar. Tíkin, já. Og var að fela sig. Já, ok. Og bræður mínu fundu tíkina með alla hvolpana og það leiddi í ljós að við máttum eignast einn hund. Leyfði hún það? Tíkin var svona að óta hvolpunum að okkur, sko. Í alvöru talað? Í alvöru talað. What? Og það gerði þannig að verkum að
við eignumst hund og hundurinn hét César og var bara skrýtnasti hundur sem ég hef átt. Hvernig því að við kendum hann ekki neitt en hann kunni allt. Nú? Já, ég veit ekki hvernig. Eitt skipti var bróðir minna að einn heima og með hundinn og það var hestakallin bjó rétt hjá okkur líka og hann misti öll hrossin sín bara heim til okkar, bara öll hrossin hans bara komið bara til okkar. Sluppu bara, voruð þið með svona tún? Já, við vorum með tún og þetta var stórt svæði og svo leiðis og hundurinn fór bara smala öllum hestunum bara saman bara. What? Og bara rakða á byrtu. Það klikkað. Og við vorum bara, magnað. og það við áttum, þetta var gisteheimili og það var, á gisteheimilinu var svona fullt af litlum kofum. Já. Og þetta heitir Ásgarður, þessi staður. Já, þetta þar. Já, þar átti ég heima einu sinni, Óskar. What? Þú bara bjóst í Ásgarði með Óðni og Þúr og nákvæmlega. Valhöllu og... Já. Wow. Já. Og það voru fullt af litlum kofum. Og það var þjófur að stela úr kofunum. Já, þetta rosa sögur núna. Og hundurinn rak þjófin í burtu. Í alvöru talað? Í alvörunni talað. Þannig að þessi hundur, við kendum hann ekki neitt en hann kunni allt. Það er ótrúlegt. Eina sem það máttir ekki var að trufla mig að borða og hann kúkaði aldrei fyrir framan fólk. Það fannst mér alltaf í magna sko. Ég sá aldrei hundakúk. Nú fórum bara eitthvað út. Það fór bara eitthvað dröskat að kúka sko. Vá. Og rosalega það þægilegt eitthvað. Já, ég bara sá aldrei hundakúk. Og ég skil ekki hvernig. Nei. En þetta var þetta svo dó hann bara og þetta var bara leiðilegt sko. Var hann þá bara veikur og gamall? Nei, hann beit óvart smáslis og þurfti að fara. Já. Svolítið leiðilegt. Það er alltaf leiðilegt þegar dýrin fara sko. Já, þetta er bara þannig. Og svo átti ég einu sinni gullfiska, eða bróðir minn átti gullfiska. Hvernig gullfiska? Gull, bara venjulega basic gullfiska. Svona rauðir? Já. Svona appelsínugulir einhvern veginn? Já. Og hann ferðaðist með þá allt sem hann fór. Já. Hann bara setti gullfiskana í krukku og keyrði þá og hann var til þessum jólunum hjá okkur og setti gullfiskana í krukku og keyrði heim og hann bjó í bænum og svo leiðis. Þeir náttúrulega þurfa að vera með jólin sko. Já, voru bara með, hétu Bubbi 1, Bubbi 2 og Gunnar. Svo í minnar umsjá þá dó Gunnar. Akkur, nú? Já, ég vildi nú meina að þetta var eineltismál. Já, Bubbi 1 og Bubbi 2 lögðu Gunnar í einelti og Gunnar dó. Hann bara ákvaði að drukkna? Já, hann drukknaði. Og svo setna meir var bara eitthvað trend, allir þunglitir hann í búrinu og Bubbi 1 og Bubbi 2 dóu líka. Já. Ég gaf þér hann að borða það, ég veit ekki hvort það geði maður mikið, ég kann ekkert hann kendi mér ekkert á gullfiska. Ég ætlaði að mynda að spyrja hvort það gefið nú að borða og þreifstu skálina og... Já, ég þreif skálina. Já, ég trúi þér sko. Já, en það er eitt vandamál þegar dýrin deyja. Já, það getur verið mjög erfitt. Það getur verið mjög erfitt og það hefur reynst vel. Núna er ég bara að gefa smá ráð við þessu vandamáli. Já. Að segja við krakka að hundurinn fór í sveitina eða kötturinn fór í sveitina. Já. Og einhvern veginn að senda dýr í sveitina þýðir leiðileg hlutir sko. Já. Það er samt skárað heldur en að hann var dreipinn. Já. Eða svæfður. Þú voru ekki að fara að segja Jæja, Siggi minn. Já. Hundurðinn, Sigfús hundurðinn. Já. Hann var bara drepinn. Hann var bara drepinn á hann. Já, hann var bara drepinn, ég bara tók hann hérna. Nei, ég get ekki sagt þetta. Þetta er ljótt. Þetta er ljótt. Gæludýr eru vinir okkar. Algjörlega. Og við elskum gæludýr og gæludýr elska okkur. Já, ég dýrka dýr sko, en ég vildi að kötturinn minn myndi vera á þessu borði en ekki þessu borði þarna í horninu. Já. Það trufla mig svolítið mikið. Já. Hann er svo mikið að fylgjast með glugganum sko. Já. Og horfa á vegginn. Hey, kiss. Luna. Mjá. Kss. Hún vill ekkert koma. Nei, greið ekki. En, þú átt gæludýr. Já, ég átt 2 gæludýr. Og það fylgir hár. Já. Mér finnst mikið samt eftir árstíma. Já, það. Já, mér finnst það að vera svona eins og sé ákveðin hamskipti á vorin og vetuna. Hver eru Óskars ráð við hár? Sko, þetta sest staði í sófan einhvern veginn. Já. Þannig ég var með svona eitthvað
hanska sem var svona riflaðar einhvern veginn. Hárhanska? Já. Og ég notaði hann, þú veist, til að greiða dýrunum og fjarlæga hárin. Já. Og ég gerði það eiginlega líka við allan sófan. Já. Og það virkaði rosalega vel. Síðan... Þannig að þú klappar á öllum húsgögnum? Já, klappa húsgögnum með svona hárhanska. Já. Og þá losnaði við hárin. Síðan er þetta rosalega gott að eiga svona þjón. Svona... Róbot. Já, ríksugur róbot. Já. Hann sér allt gólfið, sko. Já, hann klappar ekki dýrunum með það. Nei, hann klappar bara gólfinu. Já. Og það eiginlega hjálpar til við að hafa miklu minna á hárum. Já. Magnað. Já, nákvæmlega. Ég ryksuða bara, ég átti hund líka á Holmæk. Já, alveg rétt. Það var bara eiginlega ryksuða, sko. Var hann? Nei, við ryksuðum bara allt saman. Það var ekki átmingir róbot, en það var bara áttum ekki svona hár og maður var alltaf með hár á sér allstaðar, sko. Pröfuðu þið að ryksuða hundinn? Svo, hann gæti ekki verið nálægt ryksuðu, sko. Nei. Hann var bara, hundurinn var hræddur við ryksuðuna. Já. Hann var bara, hann fór í gang og bara... Það er saman með þessi dýr sem ég á. Já. Svona venjuleg ryksuða. Þau eru skítrættið það. En rúmbuna ekki? Það er alveg sama. Alveg sama. Það er bara þriðja gældirið. Magna. Í rauninni. En, já, ég átti hana hundahólmæk. Já. Sem bara var einn aktífasti hundur sem bara ég veit bara hljóp út allt og bara gerði mig þreyttan, sko. Já, hann var klikkaður, ég hitt hann 2 held ég og hann bara hætti aldrei að hlaupa. Hætti ekki að hlaupa? Þetta var hann í litlu íbúðinu, fyrstu íbúðinu í Grái, sem var 50 fermetrar eða eitthvað og hann var bara alltaf hlaupandi, allstaðar. Já, hann var eiginlega þreyttur að fylgjast með, sko. Já. Ná. En dýrahald í stórborginni Reykjavík. Jú. Óskar. Já. Er það erfitt? Nei, ekki ef það má, sko. Já. Það er að vandamálið eins og með blokkir og svona. Það er ekkit, það er svona fólk sem að vill vera viðkvæmt og segja bara, ég má nefni. Já. Og það má ekki vera með dýri, sko. En ef þú ert á staði þar sem það er leyft og allt í góðu, þá er þetta ekkit mál, bara lappa með hundin einhver tring og svo ef þú treystir kettinu inn þá er hann bara út og inni og leikur sér og kemur inn og kemur ekki inn og nákvæmlega. En síðan alltaf einmitt, folk sem er með ofnæmi fyrir gæludýrum og að búa í íbúðablokk og þú átt kött, þú ert að flytja inn í nýja íbúðablokk og þar kemur hérna nákvæmlega bara, halló, ég vil bara segja ykkur, er það minn gæludýr? Alltaf segja nei. Já. Bara, nei, ég á ekki minn gæludýr. Og svo smigliði kettinu minn eða hundinum minn eða eitthvað og ef hundurinn geltir bara segja það. Já. Og nákvæmlega ekki verið, halló, ég heyri eitthvað hunda bara gelta. Bara nei, það var ekki hér. Ég var að prumpa. Ég er með Tourette. Já. Og þetta er bara kækur. Þetta er bara kækurum minn. Já, en það er auðvitað leiðilegt að þykjast vera mjög sjúkdóm en þetta er til að leysa þetta, skilur. Þetta ákveðna vandamál. Já. Síðan er náttúrulega þessi Karen í blokkinni, þau eru bara vandamál sjálf, sko. Já. Ef þú ert með ofnæmi, settu pillu uppi, skilur. Þú getur ekkert sagt, þú getur svo sem smiklað ofnæmistöflum eða þú bakar muffins. Já, og setur töflu ofan í bara ofan í muffinnið, skilur og bara, hérna fyrirgeðu hérna muffins og hún bara gúffar það í sig og vandamáli list þannig að þá bara, hún ofna mig ekki lengur. Nákvæmlega, bara á einu bretti. En gæludýr, þú hefur þú ekki átt neginn fleiri gæludýr heldur en þessi 2? Nei, ég átti gullfiska, bræði mínir átti kött, ég var ekki til þá og svo þess að 2 hunda. Annars hef ég ekkert átt fleiri gæludýr en með langar alltaf eitthvað í gæludýr. En gæludýr, einn gallinn við að gæludýr þetta er dýrt. Já. Að kaupa hund. Já, það bara meina svona hreinræktaðar hundur og svoleiðis. Já. Það er náttúrulega crazy, sko. Það var 500.000 bara hana í eitthvað loðið dýr. Já, nákvæmlega. Og svo er þetta bara drekklaði af sjúkdómum af því að þetta er svo innbrett, sko. Já. Það er vandamálið. Það er bara vandamál. Að gæludýr, hreinræktuð, er rosalega mikið bara að því að sofa saman inn í svona lokuðum hring.
Já, það svoleiðis? Já, að mörg þeirra þessi dýr eru komin bara með sjúkdóma. Já, ok, ég vissi þetta ekki. Og náttúrulega þetta bara að því að þú ert að hreinrækta þetta. Já. Og það má ekki, sko. Eða, veist, það var vandamál einhver kona út í sveit sem var rauninni að hreinrækta held ég chihuahua-hunda. Já. Og þetta var allt sami kynstofnin. Ok. Þannig að í rauninni var þetta bara nánast sískinni og sískinni að búti hvolpa. Já. Og þetta var bara hálf allt gallað. Bara þetta voru bara veik dýr. Vá, það hræðilegt. En það galli við hreinræktun. Ég held að það einmitt væri svo frábært og svo einmitt kaupi fólk þetta á Billions og allir sáttir. Það þess vegna rosalega margir dýraeigundur sem eiga ættbók. Já. Til að athuga hvort að þessi dýr séu skild og hvort að það séu hreinrækt. Já, en ekki oft þannig að það kannski, segjum bara að þetta sé labrador, að labrador strákur látin hitt einhverja labrador stelpu sem að samt ekkert skild. Já, það er þetta reynd. En margir svindlarar hafa bara bullað í ættbókum. Já. Og margt af þessu ekki rétt kannski. Og kannski leynast þarna einhverju sjúkdómar og svoleiðis og þetta heldur áfram. Ok, sko hann Monsi, Japanese Chin, hann ég held að sé ekki meina sjúkdómaðin eins og svoleiðis, en hann að litagallaður. Já. Þetta er svona hundar sem eru annarkvort, þeir eru alltaf hvítir held ég, og þeir eru annarkvort með brúna eða svarta grímu. Svona, þá eru eyrun, segjum svört, þá eru eyrun svört og þá eru með svona eins og bóa grímu. Já, eins og þvottabjörn. Já, yfir augunum og svo skottið svart líka og kannski bakið. Já. En síðan Monsi, hann eiginlega nánast alveg hvítur. Ég held að eyrun séu litið og svo hann með svona smá bletta á rassinum. Þannig að það alltaf eins og sé kúkaplettur. Já. En það bara veldur hann hans. Já, en veist, eins og það eru sumdýr sem bara geta ekki andað rétt út af hreinræktun. Já. Bara hafa ekki fengið, veist, voru kannski, og ef maður skoðar bara rauninni hvernig þetta leit út fyrir 40 árum, þá voru dýrin allt öðruvísi heldur en í dag. Já. Bara því að náttúrulega í genafræði, samkvæmt Philipsson, gæsafræðingi, hann talaði mikið um þetta. Hann sagði að náttúrulega þú fær gen frá mömmuðinu og gen frá pappaðinu og ef þetta sé náttúrulega same shit, þá farið þú bara shit plus shit, þá ertu bara shit í öðru. Þannig ef að gen blandast oft saman, þá fer allt í rugli. Ef genin blandast ekkert, bara þetta er sömu gen, þú fær bara, þá verður þetta oftast verra og verra. Wow. Já, og þetta getur bara endað þannig. Þetta er crazy. En þannig ég frekar til í að blanda öllu shiti saman. Já, þú náttúrulega getur alltaf fengið þér bara eins og gett í kattholti. Já. Ég man ekki alveg hvað það kostar ekki það mikið og þá er búið að, þú veist, gera allt læknadótið, þú veist, sprauta, pilla, stinga. Já, alltaf dæmi, sko. Þannig að það þarf ekki alltaf að vera dýrt, síðan einmitt oft verið að gefa hvolpa sem eru blandaðir einmitt. Já, nákvæmlega, og að því að þá oft færðu eiginleika frá dýrinu, ég átti blandaðan íslenska fjárhund og border collie. Já, og það er hæperblanda. Það er hæperblanda, sko, þetta er bara hæperhund og og það er bara smala hundur dauðans hann komin. Já. En það voru, hann var ekkert inn henni gallar eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er æðislegur hundur. Hvað er hann núna? Fór í sveitina. Djöfullinn. Þetta er bara bömmir þáttur. Já. Hérna, viltu vita hvaða dýr Helga átti? Já. Býta aðeins. Lúna, þú ert hérna. Góðu. Mjá. Það verður skrítið þáttur. Já, hún vill ekkert koma, Óskar. Nei. Það var gott að við séum bara hljóðpodcast. Já. Hlaðvarp. Já, Helga hefur átt hérna mjög mörg gæludýr. Hún er náttúrulega átt ketti og hunda eins og allir í sveitinni. En síðan átti hún eðlu líka. Nei. Jú, svona
salamöndru. Hún var að segja mér þetta á hann, svona iguana eðlu. Nei. Það eru svolítið stóra, eða ekki? Jú, þetta er alveg flikki, sko. Já. Hún eða þú veist, ég held að bróðir hann hafa þetta og hún með honum með eitthvað. Þau áttu svoleiðis, ég veit nákvæmlega. Og ég eiginlega bara bæði lista, þannig ég eiginlega get ekki sagt hennar sögur, kannski þurfa bara að ringi hann einhvern tímann. Hún er að gera neglu núna, allána. Svo hefur hún áttu snák líka. Nei. Ég sverða það er ekki gæludýr. Þú ert ekki að gera mó. En það var ekki svona kannski krúllið ef að snákurinn myndi svona svona við nefið á þér. Ert þú með svona snákafóbíu? Nei, ég er ekkert með snáka. Ég get alveg hort á snáka, en þetta er ekkert eitthvað sem ég bara þetta er alltaf slæmudýrin í bíómyndunum. Já. Þetta er alltaf snákurinn í pittinum. Hefur þú séð Snake svona plain? Nei. Geggjumynd. En hefur þú séð Indiana Jones? Já. Já, allir snákar þar eru vondir. það er ekki til mynd þar sem snákur er góður. Nei. Jú. Hver? Snákurinn í fyrstu Harry Potter myndinni. Já. Það sem var í herbúrinu. Já, hann var reyndar góður. Hann var góður, sko. Þakkaði Harry Potter fyrir að frelsa sig. Já. En Guð veit hvað hann gerði svo, sko. Já, reyndar rétt. Ég var alveg að ímynda mér að kæmi alltaf snáku bara svona skriðandi svona utan. Það er ástakur í bíó Íslandi. Það fættist þar. Nákvæmlega. Það er ekki nein svona dýr svona sem drepur þig. Nei. Það er engin dýr hérna sem drepur þig bara af því að það getur það. Það er það eitt dýr sem er bara ógeðslegasta dýr í heimi. Það er hana á góðri íslensku skógarmítill. Eða á sem pattan sem grefur sig inni og sko og svo stækkur og svo tekur þetta hausinn af og er bara kúlað inni. Sko ef þú tekur hann af bara sjálfur, þá er hausinn ennþá inni og heldur áfram að gera eitthvað viðbjóður. Og sko þessi litli gæi, þetta er pínlítið sko, hann getur bara að gefa þér alla sjúkdómana. Alla? Hann getur sko hann getur lamað þig, bara að þú verið lamaður frá haus. Já, þess vegna er ekki bara inni. Já. Þeir samt komast inn líka, sko. Já, en þeir eru aðalega í háu grasi eða í skógi. Já, reyndar rétt. En þetta er viðbjóður, sko. Já. Ég er alltaf, þegar það kom frétt fyrir 3 árum bara skógarmítill komin til að vera á Íslandi og ég bara frábært. Já, náttúrulega. Það er alveg hægt að gera eitthvað við þetta, skilur. Svo náttúrulega Lose Me. Ég er ekki búin að lendi því ennþá. Nei, ég hef ekki lendið því. Það var ekki viðbjóður. Ég sá einn vinnufélag menn fór í bústaði fyrir það og kom bara aftur í vinnuna eins og var með hlaupabólu, sko. Já, þetta er bara, þetta getur þig. En við erum ekki með þessar kóngulær sem eru bara jafnstórum hnefinaður og það er bara, eða litlar kóngulær sem bara skríða og geta drepið þig. Svo ógeðslegt, sko. Segðan er samt, sko, því stærri sem það eru, því einlega meinlausari eru það líka. Sem sagt því minni sem það eru, því meira eitur. Já. Fyrir utan Ísland, skilur. Já. Það er bara einn krútt hér sem er svona ógeðsleg. Já. Og við erum átt bara, þetta er ekki gæludýr. Kóngulær. Kóngulær, snákar, svona það sem sko gefur ekki frá sér almennt hljóð. Það er ekki gæludýr. Nei. Gæludýr, þá gælur við. Sko, já, gæludýr. Já. Ég get alveg hugsað mér að kúra með eðlu, sko. Eðlur eru alveg skemmtilegar, held ég. Ég hef aldrei hitt eðlu, skýrur. Ok, eðla, hún gerir ekki neitt. Þú ert ekki bara að kasta bolta hérna. Sæktu! Og eðlan er bara horfir svona í allar áttir. Allar áttir og bara og þú bara, sæktu! Meðan þú getur verið með eitthvað svona fjadrir á priki við kött og það kasta bolta fyrir hund og eitthvað svo leiðis. Reyndar, sko, hvað finnst þú um kameljón? Mér finnst þau geggjatöf. Já. Bældi ég að vera með kameljón inni og það er bara appelsingult. Já, kameljón, já. Vá. Já, ég er búin að vera að skoða. Gullfiskar er tilgangslöst dýr. Já. Ég er þetta alveg samanlega. Það er bara, það er ekki dýr. Það er dýr, en þú ert ekki það að reyndar. Það er til myndband á YouTube þar sem maður þjálfaði gullfiska. Já, það er mjög áhugavert. Hann var í samstarfið Filipusson, já. Frá Noregi. Það vil svo til að tengdapabbi minn, hann var einu sinni algjör fiskanörd. Já, það. Hann var að rækta fiska bara alveg endalaust og Helga var að segja mig frá því að það endaði með því að hann var með 10 fiskabúr á heimilinu. Já. Og gekk í fiskifélag og allt saman.
En talandi fisk, þá styrktaraðili þáttarins Ísland-Pólland. Það náttúrulega tengist fiski ekki neitt. Nei. Bara setja það hana Ísland-Pólland.is. Já, en það náttúrulega veit svo til að þeir eru með allt annað en fiska. Já, þeir eru ekki með fiska. Kannski eru þeir með fiska. Já. En ég stundar sá hérna á síðunni þeirra núna, þetta er sponsað. Já. En það er eitt sem ég langaði ógeðslega mikið í. Já, hvað er það? Pappahús. Pappahús? Já, þeir eru með pappahús. Hæ? Já, þeir eru bara hús, bara svona lill kofi fyrir hérna börn. Já. Og það eru pappa. Bara pappakassa, pappís. Já, bara pappakassa, pappahús. Og bara setja það saman. Þetta er svona púsluspil. Og það er bara komið með lítinn kofa. Vá, það er geggjað. Það er geggjað. Það getur þú fengið á islandpolland.is. Já. Vá, hvað þetta er svo mikil auglýsing. Þetta er auglýsing, já. Já, þetta er auglýsing. Já. En, já, fiskar, sko, það fylgir engin vandamál fiskum. Nei, ekki nema bara búri verið skítugt. Já, það er að þrífa þetta. Það er samt fyndið, þú getur meira að keypt fisk sem að þrífur fiskabúri fyrir þig. Það er fiskur sem gerir það. Já, ég held það var alltaf sagt um í gamla dag að þessi fiskur væri kallaður ríksjóða. Já, ég hef mér þér það líka. Og ég man eftir að sé svona einhver ógeðslegur munnur svona fyrir ekki að borða fiskabúrið allan daginn. Þetta er magnað maður, þetta dýralíf. Hvað er, já. Undir sófanum maður. Já, bara lúlasi. Já. En sko, það eru náttúrulega mörg vandamál sem fylgja dýrum. Við erum búin að fara yfir nokkur. Já. Og það er náttúrulega kúkur og piss. Jú. Og sko, ég lendi alveg í því að hundurinn minn fór á túr. Já, stelpur. Já, þetta var tík sem hún bara fór á túr. Jú, það gerist. Þó að þú sért ekki human. Já. Og hún var bara í bleiu. Með hann? Já. Það er þetta mjög sætt. Já, það var eina sem okkur þetta í hug. Hún var bara í bleiu. Er engið túrtapar eða neitt svona? Nei, svo voru man ekki hvað Gunnur gerði eitthvað sko, ég man ekki. En fyrst settu hann í blei og hún gæti ekkert verið í blei og svo var einhver ráð. Það kann ekki að lesa það. Ég kann ekki. Kann það ekki vera túr? Ég kann það ekki. Nei, ég vil það ekki neða. Já. Til að geta gefið öll ráð. Samt fyndið út að tala um að hún gæti ekki verið í bleiu. Já. Við eigum svona litla jólapeysu handa Monsa. Já. Og það er ógeðslega fyndið þegar hann er komin í peysuna þá er hann frosinn. Já, það. Þetta er svona hettupeysa og allt saman. Og bara leiðan komin í peysuna þá bara hann stendur bara. Hann stendur bara. Og þú veist ég bara, komdu, þú getur komið og hann bara eitthvað svona reynir ógeðslega styrður bara. Og ég bara, þú getur hreiftið fullkomlega í þessari peysu. Já, ég vil líka séð sko svona dýrakeppni bara allt í sjónvarpinu eða YouTube. Já. þá bara svona hundar hlaupa fram og tilbaka eða hlaupa svona þrautabraut. Það er geggjað. Magnað að sjá það sko. Já. Magnað. Hoppaði í gegnum svona hringi og farið í rör og eitthvað. Já, það finnst mér magnað. En það sem ég skil ekki, það er eitt svona dýra í svona hobby dæmi, eru hundasýningar. Það er svona að tala um svona beauty contest. Já. Já. Það sem að manneskjan lappar með hundin og sýnir einhver takta og svo búið. Og svo er bara dæmt hver er besti fallegasti hundurinn. Það er svona sem fyndið, þú veist, í þessum keppnum, þá kannski er þetta bara stereotypur sem ég sé í bíómyndum, en þá virkar bæði hundurinn og manneskjan okkurslega snobbuð. Já. Meiri segja að hundurinn líka bara kemur svona ég var að koma frá degrinu mínu. Svona púðluhundur. En já, hundar hafa náttúrulega rosalega bara skrítið að náttúrulega hvert einsta dýr hefur eitthvað persónu einkenni. Já. Og það er alveg magnað að kynnast dýrinu þannig. Það er það. Það lærir náttúrulega af okkur hvernig við högðum okkur aðeins og svo kennum við dýrinu hitt og þetta og að sækja hitt og þetta og gera svoleiðis. Já. En ég hef líka séð á bara netinu, á TikTok. Þá hef ég séð, það er svona komið svona soundboard, það er svona bara með fullt af tökkum. Já. Það sem að hundurinn er búin að læra það til að tala við eigandan sinn.
Aha. Já, bara svo, hello, pappa I want out now. Þú er bara ít á taka, bara 20 takar. Alltaf þegar hún ítir á þennan taka þá kemur out og þá er henni hleypt út. Það er magnað. Það er magnað. Hvað er þannig að hann getur bara sagt bara mig langar í snakk. Já, og hann gerir það. Og hann veit hvað það þýðir. Nei, hann alltaf bara veit að þessi takki þýðir snakk. En hann byrjar alltaf ég vil snakk. Og þetta er alveg fáránlega skrítið, sko. Það er crazy. Já. Ég fekk eitthvað app daginn sem átti að translata mjálm. Já, virkar ekki neitt. Ég held að það sé kjaftaði, sko. Það er algjörð. Þú getur, ég gerði þetta líka, ég fekk þetta app til að translata mjálm. Já. Svo mjálmaði ég. Og það bara reiður, vill út, líður ekki vel. Ég mjálmaði bara. Sko, hún einhvern tíma mjálmaði rosalega svona happily. Eða þú skilur mig bara. Já. I don't know. Já. Og þá kom bara eitthvað í appinu bara mér líður illa. Og maður bara, Meikar ekki sens. Nei. En dýr eru bara æðislegir vinir. Já, mér finnst það. Vinur minn og vinur þinn. Síðan bara, það er alltaf svo gaman að koma heim og þá koma bæði dýrin til mín. Bara bjóða velkomin heim. Já. Sko, kettir, þegar þeir tjá að þeir séu hamingjusamir, þá fer skottið beint upp í loft. Já. Og hún kemur bara svona róleg bara hæ pabbi. Rosa slög, sko. Já. Og svo kemur hundurinn bara hlaupandi alveg trilltur og skottið dillandi og svo leis. Já. Og þegar hundur er að dilla á skottinu, þá er hann hamingjusamur. Ef að kettir dilla á skottinu, þá eru þeir pirraðir. Já, hefur þú séð kött dilla á skotti? Já, hún gerir það snuð. Aha. Ég held að út að ég er að vera pirrandi og út að mér finnst rosalega gána pirradýr. Vá, það er ljótt, Óskar. En mér finnst það bara svo fyndið. Já. Ég finnst bara eitthvað að reyna að fara í slag við hana og svo sé ég eiginlega eftir í svona þegar komið smá skrámur. Já, það er, já. En ég átti það skilu út að ég var að vera óþolandi. Já, nákvæmlega. Já, vandamál, maður. Þetta eru, sko, dýr, maður þarf að hugsa þetta. Og það er eitt vandamál að sko, mér finnst þú þurfir að fara í próf til þess að eiga dýr. Já. Fá leyfi. Þú færðu þetta leyfi frá borginni, en þú þarf að fá bara, það ætti að vera svona dýravendunarstofa. eins og barnavend, sko. Já, það magna, sko, besta leiðin til að skilja dýr er bara að horfa á skottið, sko. Já, mér finnst það ætti að vera manneskja sem gerir úttekt á heimilum hjá fólki, hvort að dýrið má búa þarna, sko. Já, ég held reyndar að minnst að katthóll gera, maður þarf að skrifa undir einhver samninga og svo er eitthvað að tala eitthvað katthóll með kíkja eftir mánuð eða eitthvað, sjá hvernig gengur og eitthvað. Já. Það var skil. Og já, en þá var hann einhvers tekinn áttur eða ekki. Já, það er líka brátt eins og í katthóldi, eða þú vart með að fá fullorðið dýr. Það er náttúrulega, maður veit ekki hvort að dýrin muni vilja eiga heima þarna, skilur. Nei. Hvort að fjölskyldan og dýrið ná svo vel saman, svo er það. Já, það er náttúrulega að gefa það þessu smá tíma á svona. Já, en dýr, kanínur. Já. Það er rosalega margir sem eiga kanínur í dag, bara heima hjá sér. Í búri það var ekki? Bæði og. Aha. Já. Ok, já. Ég átti kanínur. Já, hvernig gekk það? Ég veit ekki. Ég var ekkert mikið að fylgjast með þessum kanínum. Hafði engan áhuga að. En það er svona rosalega sætar. Kanínur? Já, það er ekki. Já, þetta er bara. Nebbin er alltaf að hreyfast upp og niður. Nei. Jú, alltaf svona eitthvað upp og niður. Nei. Hefur ekki séð það? Nei, ég hef séð það í teiknumyndum, já, en ég hef ekki séð alveg kanínu. Ég hef séð það alveg kanínu, sko. Já. Hvað þetta að fara með þetta? Já, páfagaukur eru líka dýr. Heyrðu, já. Ég átti páfagauk í svona mánuð. Mánuð? Það var mest að martröð bara lífsmíns. Já. Þetta var svona ég held á íslensku heita þeir ástargaukur. Já. Og þeir eru svona grænir. Já. Þeir eru ekki risastórir en þeir eru svona, nei, þeir eru ekki rosalega litlir en þeir eru bara meðalstórir einhvern veginn. Já. Og þessir gaukar eru þannig að það var einhver gella sem að þyrfti að losna við hann seldan held ég á 35.000 kall. Já. Og á þessum tíma bara, mér langaði bara í páfagauk. Páfagaukar geta verið ógeðslega skemmtilegir. Ég er að fylgjast með á YouTube núna páfagauk sem að er að syngja lög með eigandarum sínum.
hann bara spilar á gítar og páfagaukurinn bara syngur rosalega fallega með, hann syngur ekkert nákvæmlega lagið en bara hann syngur með og mjög fallega. Já. En já, þessir ástargaukar, þeir eru hræðilegir. Hvernig þá? Nei, þeir eru ekki, sko, þeir eru þannig að þeir klikkast út já. Og fyrsta svona dýrið sem að þeir sjá, já. Þeir elska það út af lífinu og eins og með þessa stelpu, hún var greina fyrsta sem þessi gaukur sá. Þegar þessi gaukur sko tekinn frá henni, já. Þá var hann góður í smástund. Svo hann bara þunglundur eða? Já, hann trillist bara. Já, ok. Og þannig, ef það eru 2 svona gaukar, já. Klikkast saman, þá verða þeir get close og elska manneskjuna sem að hugsa þá. En ef það kemur svo 3. páfagaukurinn inn, já. Þá myndi þessi gaukar drepa hann. Nei. Þeir eru trilltir sko og þú vil það klikka maður. Og þeir samt fara í svona hálfgerða ástarsorg eða þeir eru aðskildir. Já. Og fyrst er ekki leið til að komast fram hjá því? Ég held ekki. Ég er alveg gafst upp. Já, ég skil það. Sko, ég er náttúrulega þannig að ég vildi bara hafa gaukinn lausan og gaman og ekkert veginn. Svo bara byrja hann að ráðast á mig bara alveg á biljón sko. Nei. Og það er vont sko. Já. Þegar páfagaukur bítur því, það er bara ógeðslegt sko. Ég trúi því. Það bara blæddi mikið og bara hann hrist á mömmu líka og hann bara reyðst á allt sem hann sá sko. Magna. Það var hræðilegt sko. Sko, ég var að vinna á Laugavegi. Já. Ég vinn á Laugavegi, ég vinn þar og þá hringdi í búðina mína. Já. Og hérna bara ágóðan daginn hérna, hefur þessi páfagauk? Ég alveg, nei. Já, ok, ég er að passa páfagauk fyrir bróðið minn og hann slapp. Og það er einn maður á Laugavegi sem á bara stóran páfagauk. Alltaf með hann á öxlinni. Lappandi bara um. Já, það er bara cool sko. Það er ekki það. Og það sá páfagaukur slapp. Fuck. Og ég átti bara, hann bað mig bara, ert þú ekki hjá hann rétt hjá hann að 16 skrána norður? Ég bara, jú, ég er hann rétt hjá. En hann er að fara út og aðtöða hvort þú sér páfagauk. Ég alveg, já, ég sé einhvern páfagauk hérna. Ok, flott, þú bara hefur augun opinn. Ég bara, ok. Og ég veit nú ekkert hvort hann fann páfagaukinn aftur. En ég held það, hann hringdi ekkert aftur. Ok. En dýr, þetta, sko, það er svo mikið vesen í kringum þetta. Já. Það er svona, já, það er vesen en það getur verið vesen. Það getur líka, það er gefandi og það er vesen. Já, nákvæmlega. Hún er greinilega mjög sátt að vera hérna en hún vil ekki vera með okkur. Nei, hún er bara í sínu megin heimi, sko. Já. Og þetta er alveg magnað maður. Dýr eru frábær, sko. Dýr eru frábær. En heyrðu, Óskar menn. Já, vinnur. Það er bara komin tíma á okkur, held ég. Já, er það ekki bara? Jú. Ég er náttúrulega þetta í sumarfrí og ég ekki í þættinum en í vinninni. Já, það? Já. Magnað. Það er klikað. Já, Óskar minn. Þetta er bara búið. Við erum í boði Íslandpolland.is. Já, þetta er búið. Við erum bara að babla gæludýr. Við veitum ekkert mikið gæludýr. Ég meina, stundum er bara fínt að hlusta á fólk tala mikið neitt, sko. Já, þetta var bara þannig þáttir. Í næsta þætti ætlum við að tala við ætlum að tala hvað ætlum við að tala Óskar? Twister. Nei, stendur á bolluðinni. Við ætlum að tala borðspil. Borðspil? Já. Það hljómar mjög skemmtilega. Við ætlum að tala borðspil og tala vandamál sem geta komið fyrir í bara að spila mennskunni. Já. Það er margt sem getur gerst. Hver þekkir ekki þegar maður er í Monopoly og er búin að tapa öllu og búin að veðsetja allt saman? Það er hræðilegt. Hvað gerir maður þá? Öskrar og hendi borðinu. Þú hætti bara að spila. Já. Þú bara segir bara, takk þetta. Svo náttúrulega líka bara gæðin sem kíkir alltaf. Já. Óþolandi. Já. En við skulum ekki klára næsta þá áður en að byrja. Segðu. Það eru sínu 2025 og vilt skilja skilaboð og tala við okkur og taka þátt í umræðefninni og Íslandpolland.is minna á það. Þeir eru styrktaraðili þáttarins. TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Like, follow, subscribe, deila og syngo sango. Við erum 2 loðinir og yfir og út. Þú varst að hlusta á 2 loðina yfir og bang. Góða helgi og góða kvöldið og góða nótt. Eigðu yndislega viku, dag, bara kvöld eða bara hvenær sem er. Eigðu frábært líf bara. Já,
Takk fyrir okkur.